Hildigunnur Svavarsdóttir tekur við sem forstjóri sjúkrahússins á Akureyri næstu mánaðamót. Hún þekkir vel til starfsemi stofnunarinnar sem framkvæmdastjóri hjúkrunar. Hildigunnur Svavarsdóttir gestur í landsbyggðum. Hildigunnur, sjúkrahúsið á Akureyri, þetta stór stofnun, þetta skilgreint sem vara sjúkrahús. Hvað þýðir það í raun og veru sem sagt að sjúkrahúsið á Akureyri sé vara sjúkrahús landsins? Já, það er mikilvægt að hafa þetta orð vara sjúkrahús því við getum nú nýtt það mjög oft á tíðum. En vara sjúkrahús er kannski erfitt að skilgreina nákvæmlega en auðvitað náttúrulega komum við inn sem mikilvægt sérgreina sjúkrahús fyrir þetta svæði Norðurland og Austurland líka sem okkar svona upptökusvæði og við gerum allt, já í raun og veru bara mjög stóran hluta af því sem gert á Landspítalanum en bussið frá því eins og hjarta og æða skurðlækningar til dæmis erum við ekki að gera og heila aðgerðir til dæmis en að öðru leyti getum við boðið upp á alla sérgreinaþjónustu þannig að við getum stokkið inn í á erfiðum tímum eins og til dæmis núna þegar COVID-faraldurinn náttúrulega aðeins að herja á okkur og Landspítalinn eins og við höfum verið við í fréttum að þá getum við aðeins komið til móts við það þannig að það má svona kannski horfa á það sem ein af þeim ástæðum fyrir okkur við erum kallið varasjúkrahús að við erum til staðar og þetta mikilvægt fyrir landið að hafa þetta ekki alltaf á einum stað. Það einmitt mikið að vera á Landspítalanum, við þekkjum það úr fréttunum að það verið að flytja yfir verkefni þessa vikurnar sem sagt norður. Já, við erum í miklu samráði við Landspítalann því þetta náttúrulega bara verkefni okkar allra á landinu að takast á við þennan faraldur og við reynum eftir fremsta megni að koma til móts eftir því sem að kallað eftir aðstoð. Nú við erum svo smá svipum stað, það mikið að gera hjá okkur, við erum með þreytt fólk, við erum að kalla inn fólk úr sumarleyfi en við að sjálfsögðu reynum eftir fremsta megni að taka við fólki og við höfum aðeins verið að gera það að höfðum bolmagn til þess að taka eins og gjörgæslu og erum jafnvel í góðu samstarfi við Landspítalann með að taka inn ákveðna sjúklingahópa sem að ella færum í sjúkraflugi á Landspítalann en við gætum þá rauninu tekið á móti þeim hér og erum þá bara að vinna að okkar innviðum svo þetta sé sem sagt mögulegt. Heimsfaraldurinn, COVID-faraldurinn, hafði náttúrulega mikil áhrif á ykkar rekstur svona, núna þessa vikurna, það gengur ennþá mikið á? Það gengur ennþá mikið á og þetta stór hluti af okkar vinnudegi og okkar vinnulagi að vera bara í þessari viðbragðsstöðu að taka á móti þessum sjúklingum og það einkennir í raun og veru alla okkar daga og hjá okkur stjórnendum og öllu því klíniska starfsfólki sem á sjúkrahúsinu vinnur. Já. En hvernig svona núna þegar þú horfir svona til baka, hvernig finnst þér hafa tekist og hvernig hafi tæklað þetta alls saman? Mér finnst bara hafa tekist mjög vel. Þetta búið geislega lærdómur og við erum alveg sammála það að við erum hreinlega alltaf að læra eitthvað nýtt á hverjum deginum því það koma nýjar upplýsingar statt og stöðugt og við þurfum náttúrulega bara verulega mikið fylgjast með því en það hafa komið út úr þessu ýmiss konar tækifæri sem að oft á tíðum búið að ræðum eins og náttúrulega sem möguleiki til fjarheilbrigðismála, fjarfunda og náttúrulega mikilvæg sóttvarna, geysilega mikið. Þannig að það eins og ég segi, það eru stanslausar áskoranir hvað þetta varðar og þá náttúrulega hjá okkur þetta sérstaklega líka varðandi náttúrulega bara starfsfólkið. Því að við getum ekki endalaust gengið á það orðið verulega lúið og það náttúrulega sem við erum að heyra í fréttum alla daga. Já, einmitt þetta að starfsfólkið sé þreytt, það eins og þú segir, gengur varla til lengdar. Nei, það gerir það náttúrulega sjálfsögð ekki en það alveg með ólíkindum að einhvern veginn samheldni verður mikil á þessum erfiðu tímum og mér finnst það líka hafa einkennt þennan þetta sem við höfum verið að vinna undanfarið 1,5 ár, hvað fólk tilbúið. Þrátt fyrir það sé orðið þreytt og lúið, það verður samt tilbúið til þess að vinna með okkur í þessu og bara leggja sitt á mörkum. Mér finnst það eiginlega alveg frábært. En í upphafi sem sagt COVID-tímabilsins þá svona fannst manni einhvern veginn að öll þjónustan hún og uppbyggingin hvað varðar innlagnir og annað þvílít að þá var það Landspítalinn sem var í forgrunni en hérna sem sagt á Akureyri þurfti að grípa til ýmissa ráðstafana. Hvernig sem sagt varðandi fjármögnun og annað þvílít var skilningur á þessu?
Sko, við þurfum alltaf að vinna, við þurfum að tala okkur í gegnum hlutina, eins og við segjum. Og þarna náttúrulega þurfum við bara að skilgreina hvar við getum komið inn í hlutina og með hvað hætti, hvað þetta mun kosta okkur. Þannig við þurfum alltaf að vera í þessu samráði og samtali við yfirvöld líka. Og það kannski helst eins og það sem við lentum í var kannski varðandi það að fá greiningatæki á Sjúkrahúsið á Akureyri. Þessi PCR-greiningatæki sem náttúrulega svo verulega búin að sanna sig hvað það skiptir miklu máli að geta verið með þessa greiningu hér á Norðurlandi og þar af leiðandi létt á Landspítalanum. Því þetta snýst alltaf þetta samstarf líka á landsvísu. En annað eins og það að koma laginnar COVID aðstöðu, COVID-göngudeild, við bara gengum í þau verk eins og við töldum okkur þurfa á þeim tíma. En þessi greiningatæki, PCR-greiningatæki, það var bara ekkert sjálfgefið að það fengist fjárveiting fyrir því? Nei, það var það ekki og við þurftum svona vissin að svolítið að rökstyðja það, en það eins og allt annað, við erum alltaf að læra eitthvað nýtt. Og á þeim tíma þegar þetta var skoðað, þá var ekki talin ástæða fyrir því, vegna þess að það var bara ekki talin þörf fyrir því. En við náðum því gegn með okkar staðfestu og það hefur sannarlega sýnt sig og allir sammála það að þetta hafi verið virkilega góð, bara gott skref í það átt að vera betur hæf til þess að takast á þessar greiningar. Og við erum í dag til dæmis að taka svona bilinu, meðaltali í dag 350 sýni sem við erum að greina hér á Norðurlandi. En það ég talað að COVID-ið það sé komið nánast til að vera. Eru spítalarnir farnir að undirbúa sig undir það allt saman? Já, við erum alltaf í í þeim starthólunum. Við erum ennþá í þessum akút og tökum þetta fyrir dag frá degi. En síðan inn á milli erum við alltaf að ræða okkur til þess hvernig ætlum við að gera þetta til lengri tíma. Og ég held að við þurfum aðeins að láta þessa bylgju yfir okkur ganga þannig. Það kemur að því að hún lækkar, við getum held ég öll vita það, en við þurfum samt að horfa til lengri tíma. Því við erum alls sammála það, þetta eitthvað sem við þurfum að vera tilbúin til að takast á við með tilliti til einangrunarrýma, með tilliti til þessara greininga og náttúrulega samstarfs á milli. Og þetta mun breyta okkar nálgun á því hvernig við tökum á móti sjúklingum og hegðum okkur. Upptökusvæði Sjúkrahússins á Akureyri eins og sagðist þetta Norður- og Austurlands, en í raun og veru allt landið undir. Það getur náttúrulega verið það og eins og til dæmis í þessu samstarfi hjá okkar við Landspítalann núna að það að taka á móti sjúklingum hvaðan af landinu sem geta komið til okkur og fengið alla aðstoð hjá okkur. Það til dæmis bara dæmi það hvernig við vinnum í góðu samstarfi við hitt sjúkrahúsið á Íslandi. Mannauðurinn, það skiptir miklu máli að vera með hæft starfsfólk. Ég bara almennt, hvernig gengur sjúkrahúsinu á Akureyri að laða til sín hæft starfsfólk? Þetta líka bara stanslaus áskorun. Við þurfum alltaf að vera á tánum með að fá náttúrulega gott fólk og það eins og ég segi, það býður ekki röðum fyrir utan hjá okkur. Og starfsmannavelta á heilbrigðisstarfsmanni frekar mikil. Þannig að við þurfum alltaf að vera á tánum með þetta og vera að leita leiða til þess að fá inn hæft starfsfólk og stundum þurfum að fara í sérstakar aðgerðir, jafnvel að fara út fyrir landsteinana og ná til Íslendinga sem búið erlendis eða jafnvel að ná til erlends vinnuafls og við gerum það sem við þurfum að gera því að við áttum okkur sirka á hvað við þurfum. Það náttúrulega mikið ákall að vera með fleira og meira starfsfólki en fyrst og fremst snýst þetta það að hafa nægt fólk, hæft fólk og svo náttúrulega ánægt fólk. En þegar að þú ert nú ferð með lyfturæðuna, stutturæðuna fyrir Íslending sem að að læra í Svíþjóð og að spá í að koma heim, hvernig samfærðu hann að það sé skynsamlegt að flytja norður á Akureyri? Ég segi náttúrulega bara hvað gott að búa á Akureyri, hvað Akureyri býður upp á, því að fyrst og fremst þetta ekki bara vinnustæðurinn. Þetta snýst að við getum boðið upp á gott starfsumhverfi, við getum boðið upp á umhverfi með góðum tækjabúnaði og að það sé gott að vinna, en þetta snýst líka það hvernig einstaklingunum líður á svæðinu. Þannig að við getum náttúrulega á Akureyri, eins og þú veist, selt svolítið svona umhverfið og náttúruna í kringum okkur, en auðvitað þetta ekki nóg, þetta þarf alltaf að tala saman. Þannig við verðum að vera með góðan vinnustað líka og það náttúrulega okkar keppikefli að geta boðið upp á umhverfi sem á vissunátt samkeppnishæft við önnur
sjúkrahús, hvort sem það hérlendis eða erlendis. Ertu þá að tala sem sagt akademist umhverfi? Bæði, þetta er eiginlega ef að til dæmis fólk vant því að vera í akademísku umhverfi og vill hafa aðstæður til þess að stunda einhverja rannsóknarvinnu eða eitthvað slíkt, að þá það partur af því að geta laða til okkar sérhæft starfsfólk sérstaklega og það svona eitt liðurinn í þessu sem við höfum mikinn áhuga á að við erum kennslusjúkrahús og við erum skilgreind þannig samkvæmt lögum en við viljum ganga aðeins skörinni lengra og verða háskólasjúkrahús og gera meira úr því að við séum að stunda rannsóknir af ákveðnu tagi og bara eftir því sem okkar svona sérhæfða starfsfólk það getur gert. Þannig þetta svona einn liðurinn í því og auk þess að við viljum náttúrulega vera með sjúkrahús líka sem samkeppnishæft til dæmis bara við Landspítalann og þá ég að tala um starfsumhverfið, hvernig aðstæðan hvernig aðbúnaðurinn takjabúnaðurinn, þetta eitthvað sem við þurfum alltaf að vera að horfa á. Háskólinn á Akureyri, hann að svona unga út heilbrigðisstéttum, skiptir það miklu máli? Skiptir rosalega miklu máli, já, að hafa þennan háskóla hér. Þegar náttúrulega háskólinn byrjaði með sitt hjúkrunarnám þá sá maður miklu meiri mun vegna þess að það var svo stór hópur til dæmis hjúkrunarfræðinema sem var hérðan á svæðinu og það skilaði sig hérna á sjúkrahúsið. En núna náttúrulega með áherslu háskólans á fjarnám þá náttúrulega háskólinn með nemendur á öllu landinu. Þannig eins og ef við tek bara dæmi sérstaklega hjúkrunarfræðinemendur að þá þeir þá koma þeir náttúrulega hvaðan af landinu þannig að þegar þeir eru útskrifast þá skila þeir sér náttúrulega á þann stað þar sem þeir búa á og það sama á við með iðjuþjálfunarfræðina. Þannig að þeir eru ekki allir að skila sér hingað en ég segi það bara, það er gott, hvers sem þeir skila sér þá það bara gott fyrir það svæði. En þetta klárlega lyftistöng fyrir sjúkrahúsið að hafa háskóla hér. Að rannsóknir í þessu tilviki þá á heilbrigðisvísindasviðinu, skiptir það miklu máli fyrir rekstur sjúkrahús? Já, rannsóknir náttúrulega öllu tagi koma til góða varðandi þróun okkar fags, heilbrigðisfræða. Og það skiptir náttúrulega máli upp á það að við gætum til dæmis að vera að taka inn meistaranema, doktorsnema sem sinna ákveðnum rannsóknum út úr því koma niðurstöður og við náttúrulega erum að horfa til þess að rannsóknir sem við erum að gera hafa áhrif á gæði þjónustunnar og þróun í þjónustu þannig að allar rannsóknir hvaða tagi sem það eru góður fyrir okkur. En þú, sem sagt, ég heyrist mér á þér að þú viljir efla þessa þætti. Já, þetta eitt af því sem ég myndi gjarnan vilja. Ég hef unnið að þessu undanfarna ár sem framkvæmdastjóri og mun gjarnan og vilja leita leiða til þess að halda áfram með áherslu á þetta ásamt svo sem mörgu öðru næstu ár. Já, það læknaskortur í landinu og sérstaklega kannski úti á landi. Já, það hefur verið talað sérnám landsbyggða lækningar. Ertu búin að leggjast eitthvað yfir þetta? Já, ég náttúrulega hef svo sem fylgst með þessu í undanfarna ár. Ég hef aðeins komið að þessum undirbúningi en það náttúrulega það að laða lækna til annara svæða heldur en Reykjavíkur með hvaða hætti sem það skiptir okkur miklu máli og þá held ég að til dæmis landsbyggðar svona sérhæfing hún komi þar sterk inn í því að við náttúrulega erum klárlega utan höfuðborgarsvæðisins og við flokkum til landsbyggðarinnar þannig að þetta spilar allt inn í hlutina. Hvað með fjarlækningar, það alveg örugglega mikið að gerast í þeim efnu, hvernig sérðu það allt saman fyrir þér? Sko það bara tækifæri þar og ég hef kosið að kalla þetta fjarheilbrigðisþjónustu því þetta snýst náttúrulega bæði lækningar og annars konar heilbrigðisþjónustu og þarna hefur náttúrulega bæði reynt á þetta í COVID-inu og við sjáum þarna mikla möguleika á því að ná til fólks hvort sem það á landi eða út á sjó og þar held ég við getum komið líka mjög sterkinn og við erum þegar í nokkrum verkefnum bæði hér á landi og í samstarfi við aðra þjóðir að vinna að ýmis konar lausnum í fjarheilbrigðisþjónustu. Dæmi? Eins og til dæmis varðandi bara aðstoð við fólk í heimahúsum. Þar hefur verið samstarfsverkefni við eins og öldrunarheimilin hér og svo náttúrulega hefur líka verið tilraunaverkefni varðandi bara sjómenn, verið samstarfi þá út á sjó og það ýmislegt svona. Ég held að og svo náttúrulega fyrir utan það að vera bara að bjóða upp á það að geta verið að tala við fólki gegnum sannreyndar miðla, að það þurfi ekki að koma í viðtal til læknis, að tala við þau heima. Það náttúrulega við prófum það aðeins í COVID-tímanum. Sérstaklega fyrir bylgjunum, það eitthvað sem við þurfum bara að þróa enn meira
Því bæði náttúrulega sparar þetta tíma, þetta sparar það að fólk þurfa að koma alltaf til okkar og ákveður ekki að nýta tæknina ef hún til staðar. Ég held að við þurfum bara að leggja meira á okkur í að þróa þetta enn meira. Þetta verði bara, þetta ekki eiginlega val, þetta eiginlega bara, já, eða hvað sé, þetta ekki sérstaklega einhver sérhæfing, heldur þetta bara ein af leiðunum til þess að sækja sér heilbrigðisþjónustu. En sérðu fram á svona að þetta fjarheilbrigðisþjónusta, hún breytist bara mjög hratt núna á næstu árum? Já, ég held það, vegna þess að ég held að sé allir búin að sjá tækifærin í þessu og hvað við getum gert. Þannig að þetta búið að vera til tals í mörg ár og þetta mjög víða gert í svona dreifbyggðari landsvæðum eins og sérstaklega eins og í Ástralíu, Skotlandi, Kanada. Á hverju getum við ekki gert þetta hér og komið betur til móts við þá í raun og veru okkar svona fámennari byggðir sérstaklega, en við getum sannarlega nýtt þetta líka í þéttbýli. Þú nefndir áðan að sjúkrahúsið á Akureyri ekki með til dæmis í hjartaþræðingar. Hvenær sérðu fyrir að sú verði raunin? Já, ef ég gæti spáð fram í tímann þá væri það náttúrulega mjög gott, en sannarlega hefur þetta verið til umræðu hjá okkur og farið svo langt að það sem sagt búið verið að skoða og svona velta fyrir sig hvort að þetta eitthvað raunhæft og við vorum í rauninu komið bara nokkuð langt í því ferli en síðan voru bara önnur verkefni sem tóku við og það eru meðal COVID. Þannig að þetta hefur aðeins fallið svona í skuggan eða réttar sett aðeins verið sett á svona til hliðar á meðan á þessi faraldur stendur og fólk bara með bæði áherslur á aðra þætti í dag en þetta verið tekið upp aftur. En bara það að vera með slíka deild undirbúningurinn, hann svolítið langur og örugglega margt flókinn. Já, hann langur og strangur, það þarf að huga öllum bæði tækjum og mannafla og öllu í kringum það og náttúrulega þörfinni sem þessi þarfagreining og við þurfum bara, eins og ég segi, bara aðeins að endurvekja þessa umræðu á ný. Og ég hef ekki trú að það gerist eftir að við erum aðeins komin út úr þessu fári. En sjúkrahúsið á Akureyri hefur verið að sérhæfa sig í ýmsu liðskipti aðgerðir til dæmis. Já, og við erum bara mjög góð í því og það er svona ákveðin, bara góð afköst, við getum orðað þetta þannig, hvað varðar liðskipta aðgerðir, bæði hné og mjaðmir og endurskipti og allt svoleiðis. Og við erum svona, það alltaf verið að horfa til þess að reyna að lækka þennan biðlista sem á landsvísu og við leitum allir að leiða hjá okkur til þess að taka þátt í slíku átaki og það allir að vilja gera hjá okkur til þess að fara í það verkefni og við erum að horfa til þess jafnvel að taka þátt í þessu verkefni sem ráðuneytið þá að fara af stað með núna til næstu 12 mánuða. En þessar aðgerðir, þetta bara svona færiband að vinna? Ég þekki náttúrulega ekki alveg nákvæmlega en mér finnst alveg aðdáunarvert að sjá í raun og veru svona hversu vel og hratt þetta gengur fyrir sig því að það svona ákveðin flýtibata svona meðferð sem fer í gegnum þetta og hort til þess að verkferðlar séu svona farið svolítið bara mjúkt í gegn og það séu sem fæstir vankantar á því og mér finnst þetta bara hafa alveg gengið alveg ótrúlega vel og þessi hópur sem að þessu kemur náttúrulega bara fjölmennur, það eru læknar og hjúkrunarfræðingar og náttúrulega hinnar ýmsu deildir sem þurfa að koma að þessu, bæði náttúrulega innritunarmiðstöð, skurðlæknadeildir, minngreiningadeild, rannsóknardeild, aðgerðir, skurðstofa og gjörgæsludeildir og þetta fólk einhvern veginn hefur bara leitað leiða til að gera þetta eins svona rennilegt og hægt og það aðdáunarvert að sjá hversu vel þetta gengur. En þegar þið svona setjist niður og svona veltið upp þeirri spurningu hvort þið séu að standa ykkur nógu vel og þá á öllum sviðum, hvaða svona mælikvarðar eru notaðir og viðurkenndir til þess að þið geti verið fullviss að þið séu á réttri leið? Það náttúrulega ýmsir mælikvarðar inn á hverri sérhæfðu einingu fyrir sig, en síðan náttúrulega sjúkrahúsið gæðavottað. En gæðavottun svo sem næri ekki yfir allt, hún ekki svari yfir allt, hún næri náttúrulega yfir rekstur og starfsemi, vísu aðbúnað, mannauð og ýmislegt annað. Þannig við náttúrulega nýtum okkur þetta ytra eftirlit, gæðavottun sem við erum með og ISO-vottun líka á okkar starfsemi til þess náttúrulega fylgja eftir okkar verkferlum og verkferlarnir okkar náttúrulega að hjálpa okkur að gera hlutina eins rétt og við viljum gera þá
og að við séum reglulega að fara í gegnum þetta og skoða þetta, það hjálpar okkur sannarlega og hefur svo sannarlega gert það gegnum tíðina, en við erum búin að vera gæðavottur síðan árið 2015 og erum náttúrulega alltaf eitthvað að vinna því að reyna að gera þessa ferla betri og laga okkar starfsemi út frá bara öllum sjónarhornum. Þannig að þessar gæðavottanir og þessir staðlar, það eru ykkar svona raunverulegu svona stýritæki í gegnum alla ferla? Já, það eru raun okkar stýritæki á okkar gæðakerfi og á okkar okkar gæðakerfi sérstaklega náttúrulega, en eins og ég segi þetta kemur inn á svo margt annað, en svo er það bara eins og ég segi, þú veist, það eru eins og til dæmis bara bæklunarskurðlækningar eru með sitt eigið svona horfa á, þú veist, hvernig þeir eru að ná árangri og það kemur þess inn á gæðakerfin okkar líka, en gæðakerfi svona heildin yfir alla verkferðlana sem eru náttúrulega nokkur hundruð talsins. En ég þykist nokkuð vissum að gæðakerfið segir að það þurfi að uppfæra byggingarna það séu orðin svolítið gamlar. Það er alveg rétt líka og þó svo höfum við komið ágætlega út úr því að við reynum að hlúa okkar húsnæði með reglulegu viðhaldi, en að það er alveg hárrétt. Við sem sagt erum í náttúrulega vinnu við það að fá nýja legudeildarálmu og erum náttúrulega horfin bara mjög bjartsýn til þess að og erum sérst að vinna í því og meðal annars fundi núna bara í vikunni vegna þessa, þannig að þetta er alveg komið á það stig að við getum farið að fara að huga hönnun á því húsnæði. Og það náttúrulega við þurfum að stækka við okkur, við náttúrulega erum með gamalt húsnæði, þar sem allar okkar legudeildarbyggingar eru í og það náttúrulega uppfyllir ekki raun yfir okkar kröfur, bæði möguleika til dæmis til einangrunar ef því ber að skipta, möguleika til friðhelgi einkalífs og það eru bara alltaf aðra kröfur í dag og svo snertir þetta líka eins og ég sagði áðan að það skiptir okkur máli að vera með gott húsnæði bara upp á það að fá hér til ykkur hæft starfsfólk sem vil vinna á góðan vinnustað. Þannig að það komið svona gult ljós minnst frá stjórnvöldum að hefjast handa? Já, það sannarlega komið. Hvað verið að tala stórt húsnæði? Það nú aðeins verið að skoða það, en þetta ég man ekki alveg nákvæmlega eins og tölur, það nú aðeins að rifja þetta upp, en við erum náttúrulega að tala um það að við viljum færa okkar legudeildir yfir í nýtt húsnæði og það eru þá sérstaklega okkar fullorðins legudeildir sem við erum fyrst og fremst að tala um, skurðlækningadeild og lyflækningadeild, þessar almennu deildir og geðdeildin. Og þá náttúrulega skapast bara mikið rými fyrir aðra starfsemi hjá okkur sem við getum þá dreift yfir á það rými sem núna legudeildirnar eru í. Þannig að þetta að fara að stað, hvenær ætlar að setja á því hjálminn og taka upp skófluna og taka fyrstu skóflastunguna? Það var bara óskandi að það yrði gert mjög fljótlega. Kannski fæ ég einhver svör við því núna í vikunni. En ég held að verðum samt ekki svör við því fyrir næsta ári. Rekstur sjúkrahúsa mjög dýr, kostnaðarsamur, það alltaf verið að berjast fyrir auknum fjármunum, en svo til apparat sem heitir Hollvinir sjúkrahúsins á Akureyri og þessi félagskapur, hann betri en enginn. Ég svolítið mikið meira en það. Ég veit ekki hvar við raunveru værum stödd bara ef hann var ekki til staðar. Þetta náttúrulega alveg frábært að hafa svona hollvina samtök sem standa geysilega vel við bakið á sjúkrahúsinu og hafa náttúrulega séð til þess að við erum að fá inn mjög mikið af ýmsum nauðsynlegum tækjum á svona kannski auðveldari hátt heldur en að þurfa að berjast fyrir því gegnum fjárlög á hverjum tíma. Og það náttúrulega líka bara frábært að fá þessi hollvini sem náttúrulega mynda hollvinasamtökin því að það þau sem að gera hollvinasamtökunum kleift að kaupa þessi tæki og þetta alltaf mjög skemmtilegt. Fólk hefur bara virkilega nýtur þess að vera í þessum samtökum og mér finnst fólk bara taka þess alveg ótrúlega jákvætt. Hvaða tæki eru núna efst á þínum óskalista? Ég ekki alveg nefnilega alveg klárað hvað efst á mínum óskalista. Við erum náttúrulega með, ég hef svo sem gengt þeirri stöð að vera í forsvari fyrir til dæmis myndgreiningadeildina. Það eru stór og mikil tæki, þau vísu kominu í gegnum fjárlög því þau eru það dýr að það eiginlega bara varla hægt að safna fyrir þeim. En hins vegar hafa verið söfnuð tæki eins og beinþynningamæli til dæmis. Það eru svæfingavélar sem hafa verið keyptar í gegnum þetta, nýburagjörgæsla eða þessir ferðafóstrur og ómtæki eins og til dæmis fyrir bráðamóttökuna, allt þetta eitthvað í gegnum hollvinasamtökin. Ég bara ekki alveg kláraði hvaða tæki núna verið að safna fyrir nákvæmlega,
en hérna við erum mjög öflugir að láta Hollvinasamtökin vita sem sagt þau tækin sem að eru sko í brýnni þörf á hverjum tíma og þá það bara sett upp sem ákveð verkefni í Hollvinasamtökum á hverjum tíma. Svo náttúrulega fyrir utan öll smátækin sem þau eru líka safnað fyrir. En ef að þessara samtaka nýta ekki við og fleiri samtaka sem að eru að færa sjúkrahúsinu gjafir, hvernig væri staðan nú? Við værum að minnsta kosti ekki á þeim stað sem við erum í dag, hvað tæki búin að varðar. Það held ég sé alveg á hreinu. En svo kannski spyr einhver, ríkið farið að treysta á að það má alveg líka deilum það. Ég held að sé allir bara mjög þakklátir fyrir þessi samtök og þetta sama gildi náttúrulega Landspítalanum, búin að vera það til margra ára og eflaust öðrum heilbrigðisstofnunum í kringum okkur. Það að koma í alþingiskosningar, sem sagt öll umræðan, hún að fara af stað. Það má nú alveg gera ráð fyrir að heilbrigðismál verði svolítið áberandi. Það ég hrædd um. Ég held að þetta þetta eitt af okkar stóru málum. Við viljum hafa þessa hluti í lagi og það bara mjög mikilvægt að berjast fyrir því að heilbrigðismál séu okkar hvað við segja, séu á oddinum hjá fólkinu sem ætlar sér að stýra landinu. Þú tekur við 1. september sem ekki mánudagur, ég tekkaði á því svona spenningur. Já, það spenningur í því að takast á við nýtt verkefni og það rétt að 1. september miðvikudagur og þetta eiginlega svona handan við hornið. Jú, ég bara mjög spennt að takast á við þetta. Þetta náttúrulega fullt af nýjum áskorunum og ég svona bara lít svo á að þau ár sem ég hef gegnt sem framkvæmdastjóri á Sjúkrahúsinu á Akureyri munu sannarlega nýtast mér sem forstjóri á Sjúkrahúsinu og ætla mér að nýta það. Ég verð áfram sama persónan sem ég búin að vera og það breytist ekki en það verða sannarlega ný verkefni og ég þarf að læra eitthvað og eiginlega bara mjög margt og takast á við eins og ég segi ný verkefni sem ég ætla bara að gera með þolinmæði og já og bara vonandi ákveðnum dugnaði og eins og ég hef kannski reynt að temja mér í gegnum árin en ég bara hlakka til en ég með gott fólk með mér og ég þekki stofnunina og það held ég sé líka bara ákveðin styrkur í að fara inn í nýtt starf. Og þú sem sagt ratar gangana og talar jafnvel í áttum þó að sjá ekki út? Það alveg hárrétt. Ég get talað í áttum og það þarf ekki að eyða fyrsta deginum í því að kynna fyrir mér nýja vinnustað. Ég þekki hann. Þannig frekar bara að kynna fyrir mér þau verkefni sem að forstjórunum ætla að gera og svo ætla ég bara að læra það eftir því sem að á tíminn líður. En þetta eins og segir, þetta ansi flókin starfsemi. Já, þetta flókin starfsemi að reka spítali því þetta náttúrulega snýst það að veita góða þjónustu, veita gæða þjónustu sem uppfyllir staðla. Þetta snýst náttúrulega mannauðinn okkar sem eiginlega náttúrulega alveg bara mjög stór þáttur í okkar starfsemi því að án sérhæfs og góðs og öflugs mannauðs þá værum við ekki að veita góða þjónustu. Þannig að það náttúrulega eitt af því sem snerti mig mjög mikið að það að hafa yfir að ráða gott fólk sem ánægt í starfi því ég held að það skili bestu þjónustunni til okkar sjúklinga og okkar skjólstæðinga því það jú það sem við erum að leitast við að gera að veita sjúklinga með að þjónustu. Hildigunnur Svavarsdóttir, verðandi forstjóri Sjúkrahússins á Akureyri. Þakka þér fyrir komuna og lækniði vel. Þakka þér fyrir.